Jæja, góða kvöldið og verið velkomin í nýja útsendingu hjá okkur hér í kvöld. Það er Tier 2 deildin sem er að fara á stað eftir augnablik. Ég heiti Guffi og verð með ykkur eins og oftast áður og Ævar er hérna með mér líka. Blessaður. Já, góða kvöldið. Við erum mættir hérna tveir saman enn og ný til að færa ykkur aksjónið í Tier 2 deildinni. Sé að Agnar er mættur hérna í chatið að hvetja áfram sína menn í Supernova sem eru ennþá með fullt úr stiga eftir 4 keppnir. Þannig að þeir hljóta nú að vera líklegir til árangurs hérna eins og alltaf. Sem okkur sjá, hér reyna eins og síðustu stundum með með þetta streymi og það var stuttur tíma á milli keppna núna þetta smá pitbug í Tier 3. Auðvitað. Sjá hvort það gerist akkurat þegar við Hilmar vorum að tala að það hefði ekki gerst mjög lengi. Það er alltaf svoleiðis. Það er alltaf svoleiðis. Alveg búinn að jinxa þetta í bot, sko. En hefur samt gengið betur, allavega. Vonum bara að þetta gerist ekki núna. Já, vonum ekki. Ég er að spá hverja vantar. Þeir eru 13 entered. Hvern vantar? Sko Hilmar og Danni eru báðir hérna, Ingi það vantar, Arnar er hérna, Dimmi og Óttar eru báðir hérna, Maggi og Dodd eru báðir. Já, Guðmundur Orri, alveg rétt. Guðmundur Orri er ekki með í kvöld, þannig að það eru allir mættir sem að keyra í kvöld. Þannig að það eru 13 af 14 ökumönnum mættir hér í kvöld. Við sjáum það að á æfingum sem við erum ekki búin að standa mjög lengi yfir núna að þá eru það félagarnir Dimmi og Óttar sem eru að taka bestu tíma og það er alveg sekúnda niður í 3. sæti. Já, með góða fórustu hérna. Já. Líður vel á þessari braut. Heldur betur. Að vísu er Ingi bara búin að setja einn hotlap sem er með 3 tíma hérna í. Þetta er náttúrulega bara æfingarnar. Tímatakan er að hefjast núna eftir 2 mínútur. Og stendur yfir í 10 mínútur og þeir sem voru að horfa hérna áðan á Tier 3 að þá er helsti munurinn á Tier 3 og Tier 2 að það eru töluvert lengri keppnir, ekki kannski töluvert, það eru 15 mínútur lengri keppnir í Tier 2 sem þýðir það að pit strategía spilar inn í og hérna verða þeir líka að nota 2 tegundir af dekkjum, medium og hard. Svo er tuning opið og alls konar veisla, sko. Þannig að þetta er svona næsta stig fyrir ofan. Við sjáum það að það er af þessum efstu mönnum í æfingatímunum. Hversu mikið er að marka þá er erfitt að segja en að þá munar ágætlega á milli hvers og eins, sko. Já. Sjá hvað setur. Það er ennþá þó nokkri hérna sem eru ekki einu sinni búin að setja hring á blað og æfingum og eru bara að dóla í pittunum og þangað til þetta byrjar. Og það er nú bara 1 mínúta í fjörið. Já, það verður spennandi. Já. Spennandi hvort að þeir munu stinga af allavega þessir top 3 hérna. Já, það er spurning. Þeir eru búin að vera Dimmi, Óttar og Ingi hafa verið í top 3 í síðustu 3 keppnum. Já. Það ég held. Hérna, þá eru tímatökurnar að detta í gang. Sjáum hvort að það sleppi ekki örugglega allir óskattaðir. Hvað gerist hér? Já, það er við byrjum á að leyfa öllum að rúlla út. Sýnist allt að ganga upp hérna. Það gengur alltaf upp. Já. En það er nefnilega ég gleymdi að minnast á það hérna í framan af að það er nýr keppandi í Tier 2. Hann Freyr sem var liðsfélagi Sævars í TEQ Racing að það voru það breyttust aðstæður hjá honum og hann einfaldlega bara sá ekki fram á að ná að vera með í þessu. Hann var búinn að missa hann keppti í fyrstu keppninu og var svo bara búinn að missa síðustu 3 og hann sá ekki fram á að það yrði eitthvað breyting þar á. Já. Þannig að hann þurfti að segja sig úr Tier 2
og inn kom ég, náttúrulega þegar þetta gerist þá farið niður stigalistan í deildinni fyrir neðan, þannig ég fór og tók púlsinn á öllum á efstu mönnum í TS3 og það svo sem eins og ég átti von á og þegar toppslægurinn svona harður eins og niður í 10-3 og þá var enginn sem tímdi að færa sig yfir á miðju tímabili og koma stigalaus inn í 10-2 og Já. Þannig að það var efstu 5 afþökkuð allir. Það var 7. maður sem var hann Eiður sem við erum með hérna á skjánum núna sem að þáði boðið og ákvaða að taka dífuna yfir í tier 2 og hann í raun bara kom inn í staðinn fyrir Frey og þá núna liðsfélagi Sævars í TEQ Racing og Já, hann tekur bara liðsæti. Já, hann bara kemur og hleypur í skarðið fyrir Frey þannig að það kemur svo vel fyrir liðið, þannig að þeir halda þá áfram í liðakeppninni en svo breyttu þeir líka bíl. Þeir voru á Nissanunum eins og margir aðrir en eins og við sjáum að þá eru þeir á AMG núna og munu þá keyra hann til enda því að það þú mátt breyta bíl einu sinni en það varanleg skipti. Já, það hérna það var áttum á því að þegar við skiptum bíl í tier 1 þá hérna erum við alveg með 14 keppnir eftir. Já. En núna náttúrulega bara hálft season búið á þeim og já, það svona meikar alveg sens. Bara seinni helmingu núna. Sjáum að ég sá að Danni var að víkja þetta fyrir Óttari og fleirum og fyrir hann út í sandinn til að fara frá honum dimma. Ég held að nei, hann ekki á átlap. Við erum forvitnilegt að sjá á hvaða dekkjum allir byrja. Síðast byrjuðu allir á hardnum og dimmi sem byrjuðu á medium. En Óttar að fara að setja hérna fyrsta tímatökurring 22.5. Það þetta hrikalega flottur tími. Það mjög góð tími. 22.5, shit. Það svona litla þessum æfingum sem ég búinn að taka sjálfur sem svo sem ekki eitthvað brjála mikið en þá ég man ekki hvað ég var í 23 eitthvað sko. Já. Þetta rosalegu tími. Mjög góð tími. Þetta svo með náttúrulega sekundu á annarsæti eftir fyrsta ring og Hilmar í 3. Valli koma sterkur inn hérna í 4. Arnar 5, Eiður 7, síðan það einhverjir sem eiga eftir að setja hring sem fóru inn í pit eftir átlapin til að ná sér í mjúkudekkin og ætla þá væntanlega að byrja keppnina á hörðu. Eiður að gleyma að fara í pit ekki nema hann ætli bara að halda sig við. Já, hann er á hörðudekkjunum. Hann geti verið að hann sé að gleyma sér eitthvað. Ingi búinn að setja tíma og spinnar út í grasið, út í mölina hérna og fer aftur bara inn í pitinn. Hann náði 5. besta tíma 1,5 sekúndu eftir dimma en ekki nema 26.000 stóð eftir Valla. Þetta eru miklir yfirburðir svona framan af í tímatökunni hjá Supernova. Já. Gæti orðið spennandi milli þeirra tveggja sigurinn. Valli að setja flottan tíma 23.2 0,7 á eftir toppnum, 0,6 á eftir Óttari. Gott kvöld, segir Illugi, blessaður og velkomin. Það eru menn mættir hérna í spjallið 11 að horfa akkurat núna. Endilega þeir sem eru hérna í chatinu heilsið upp á okkur og ef þið hafa eitthvað spurningar hendið þeim út í kosmósið, reynum að svara því. Opna spjallið hérna. Já. Þenglega maður. Spyrum þetta síminn degið nokkuð í milli? Nei, þetta ætti að sleppa. Ég svona jaðarmaður, við látum að reyna á þetta. Sjáum við, Hilmar að gera góða hluti. Hilmar hafa svona ákveðin harmleikur hjá honum í síðustu keppni. Já. Sem hann var búinn að vera að ströggla svolítið framan á tímabilinu en átti síðan flotta keppni síðast og var hvað í 5. seti? Nei, 7. seti. Jú, var hann ekki, hann var komin í 5. og berjast 4. minni mig. Nei, það var Dotti sem var í 5. Hilmar var í 7. seti þegar hann datt út. Hann lenti í netvandamálum og bara voru 5 mínútur eftir að keppninu og hann misti samband. Ógeðslega fúlt. Já, sérstaklega líka eftir að hann byrjaði held í 8. var búinn að vinna sig upp listan vel sko. Já, algjörlega.
Þannig að hann mættur fíneldur til leiks hér í kvöld og eins og staðinn núna, já, núna í 5. sæti. Danni kemur hérna með flottan tíma, 4. Hvað var hér áttu liðið þeirra? Var það Akademíu liðið? Ja? GT Academia Racing, já, þeir breyttu liðsnafn eftir, hvað var það, eftir keppni 2. Hétu uppalega Petrolheads Racing Team, en spjalluðu síðan við hann Hinrik niður í GT Academy að fá að keyra undir þeirra nafni og svo varð, sem bara mjög næs. Já, það er bara geggjað. Það er alltaf að standa sig vel hérna á nýja nafninu. Þetta annað reysi á nýja nafninu, ekki? Annað eða 3, ég man ekki hvort. Þetta verður ennur allt saman hjá manni. Ingi hoppar í pittan á sín ný dekk. Vall að gera góða hluti hérna. Hann alltaf einn í Toyota Gazoo Racing hér í kvöld, þar sem Guðmundur Orri sá sér ekki fært að mæta. Þannig að Valli ætlar að reyna að gera sitt besta í að hámarka þau stig sem að liðið nær hér í kvöld, þó að það sé bara einn ökumaður. Þessi bíl sem þeir eru á núna, Toyota FT1, hann gífurlega góður handlingbíl. Þetta bíl sem að fíla sig vel á þessari braut. Og hann bætir tíma sinni enn frekar. Já, hann ekki langt frá, sko. Ég held einmitt að þetta væri MR bílar, sko. Fyrst, sko, ég sá það, sko. Já, hann FR, en hann bara svínleikur, sko. Mjög góður handlingbíl. Sjáum Akademíu menn fara hérna inn í pittan á sér í ný dekk fyrir síðasta stretchið. Óvanlegt að sjá Inga svona niðarlega. Vanur að sjá hann þarna í allavega yfirleitt í topp 3. Það greinlegt að menn eru að koma vel æfðir hér í kvöld og Ingi ætlar eflaust að reyna að sauma saman einn góðan hring hér í lokin, því eins og við töluðum í T3 útsendingunni að þá tímatakan hérna á Brands eins og mikilvægast á tímabilinu. Það mjög erfitt að taka hérna fram úr. Við sáum það nú bara áðan líka, ég held að hafi ekki verið neinn svona pure on-track overtake eða framúrastur. Framúrastunir urðu þegar menn gerir mistök. Guðmundur Orri mættur í chatið. Hann verður í chatinu en ekki á brautinni í þetta sinn. Hann styður að sjálfsögðu áfram sinn mann Valla. Hann spáir Óttari 1. sæti, Valla 2. sæti og Honda. Já, Honda. Dimma 3. sæti. Fyrsta spá komin í hús. Riggið hjá mér alveg á kafi undir dótið þar sem við erum að selja húsið, segir Guðmundur. Hann löglega afsakaður fyrir það. Það erfitt að keyra þannig. En hann hefur ekki misst úr keppni áður, þannig að það kemur frípassin inn. Það eitt frípassi á tímabilinu sem til þess að grípa svona þegar lífið þeirra þælast fyrir manni. Óþolandi. Það óþolandi þetta líf maður. Alltaf fyrir. Sjá samt hérna, já, alltaf Valdimar að gera vel fyrir liðina og Hilmar ekki langt frá því. Það geti verið alveg hérna slagur frá 3. yfir í 7., 8. Já, með tímatökurhringina þá þetta nokkuð jafnt hérna í miðfildinu, sko. Þetta verður spennandi að sjá hvort að við sjáum einhverja framúrastara hérna í kvöld. Sjáum við Magga á korvettunni, Maggi og Doddi í 9. og 10. Þannig Óli liðsfélagi Ívars. Brothers in Law Racing, þeir eru hérna máar, þannig að liðið ber nafnið eftir. En nú tímatökutíminn búinn, þannig að allir sem eru á hring núna fá að klára. Hverjir eru að klára hring? Hérna einhver að klára. Afsakið. Hilmar var að bæta tíma sinn en sýndist hver var það þarna bakvið fyrir sig. Sá það ekki, sko. Nei, ég sá bara Hilmar þegar ég skipti og þetta þessi Ívar hérna, já, lendi aðeins út af og misti stjórn á bílnum. Hilmar bæti tíma sinna aðeins á. Velgert samt sem ári á Hilmari, hann stefnir í það að hann ræsi 50, sem ég held að sé hans besta tímataka á tímabilinu. Agnar komið spá, Dimmi, Terri, Ingi. Það
svona já, það er svolítið þannig sem keppnirnar hafa verið að fara, en það verður spennandi að sjá hvort að Ingi ná að vinna sig hérna upp. Nú náttúrulega, það sem við getum svolítið séð hérna í kvöld, það sem það er svo erfitt að taka fram úr á braut, er að við getum séð menn reyna að vinna með eitthvað strategi, að taka undercut. Því að track position, brauta staðan, hún er svo mikilvæg. Það verður mjög forvitnilegt að fylgjast með því og ég ætla að byrja á því að rúlla yfir hérna og eftir leiðum við erum konur inn í keppnissessjónið, sjá hverjir eru og hvaða dekkjum. En þetta sýnist mér vera að loka staðan að Dimmi ræsir á ráspól með liðsfélaga sinn Óttar í öðru seti. Valli með 3. besta tíman og er hans langbesta tímataka hér á þessu tímabili. Hann er að finna sér vel á brandsats á Toyotunni. Danni er í 4. sæti með liðsfélaga sinn Hilmar í 5. Flottur árangur hjá þeim félögum. Ingi í ræsi 7. sem að mann ekki hvort sé hans versta tímataka eða ekki, en við erum vanir að sjá hann ofar, þannig að það er hörð samkeppni hér í kvöld. Ívar ræsi 7. Arnar 8. Maggi 9. Doddi 10. Óli er 11. Sævar 12. og Eiður nýliðin okkar hér í kvöld í 13. Hann er, eins og við sagðum hérna áðan, ef það er eitthvað sem bættist inn, þá er Eiður nýr keppandi í Tier 2 sem að fyllir í skarðið fyrir Frey sem þurfti að draga sig til hlés. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig hún gengur hér í kvöld. Tímatakan formlega búinn. Hvað er að gerast í spjallinu? Gulli mættur hérna, blessaður. Spáir Dimmi, Terri, Danni. Já. Og Hilmar er hérna í spjallinu líka. Við erum á spjallinu á braut, hann er alveg múlig maður skrænilega. Ívar skemmtir hringi með var að bæta mig 0,3. Já, það var nú ekki viljaverk sem hann hefur mist stjórn á bílnum. En það er súrt að lenda í svona. En hann allavega hann hefði rest þá fyrir framan Danna, en hann eru þá allavega liðsfélagarnir saman. Þannig að það er ákveðin huggun. En það er rúllandi start, eins og alltaf. Sjáum hvort að Tier 2 ökumenn sleppi í gegnum Paddock Hill, óskattaðir. Og það er allt færið á stað. Það er, já, við erum ekki að fara að sjá henni fram á rastræðinni í fyrstu beygju, en það er spurningi hvort að sandurinn grípi einhvern eða ekki. Það er auðvelt að yfirskjóta þessi beygju. Sýnist þetta nú ætla að fara bara allt saman mjög sómasamlega á stað, jú. Það fer mjög vel á stað. Það er allt saman bara með kyrrum kjörum. Það er ekkert verið það er engin æsingur hérna í startinu. Þannig að þetta eru langa keppnir, það eru cirka 45 mínútur, 31 hringur. Þannig að það er fínt að nota þessa fyrstu 2-3 hringi í að koma sér í rytman, koma upp race pace-inu. Já, við sjáum hérna Dimma vera að slíta sig vel frá hérna í byrjun. Já, ég glemdi að skoða dekkin. Dimmi og Óttar eru báðar að byrja á medium, Valli byrjar á medium, Danni er á medium, Hilmar er á medium, Ingi er á medium. Top 6 eru allir á medium. Já. Þetta er óvanalegt. Og sjáum að Ingi er farin að pressa á Hilmar. Síðan kemur restin, Ívar er á hard, Arnar á medium, Maggi og Doddi á hard, Sævar, Eiður og Óli allar á hard. Þannig að þetta er svona smá blanda, aðeins meiri blanda heldur en vanlega. Já, svona hefði haldið að hard væri málið, sko. Já, það er nú þegar maður hefur horft á þessi World Tour Racing, sem sagt FIA keppnar, þar sem að öflugustu Gran Turismo ökumenn veraldar að keppa saman, og þá er það yfirleitt þannig að maður sér efstu svona 35 ræsa á mýkri dekkjunum til þess að reyna að nýta þessum best og slíta sig frá. En við höfum séð alls konar strategi í þessu. Það hefur nú verið vaninn að flestir keyri á hard, eða byrja á hard. Það virkaði svo ansi vel hjá honum Dimma að ræsa á medium síðast, að menn hafa ætlað að fylgja kannski bara í sömu spór. Sjáum Hilmar hérna reyna. Hilmar að Nei, það var aðeins út eftir, já. Kíkjum borð hjá Hilmari, ég get það ekki. Þetta er ekki staður að taka fram úr. Ég var náttúrulega að reynir að fara, nei, þetta var aldrei að fara að gerast. Hann var að held ég að reyna að hleypa liðsfélaginu framjá, sko, en þetta er svo
Grandes og þröng braut, sko. Já, Danni var fyrir framann og Hilmar var komið samsíða, hann hefði átt að bakka þarna. Það er ekki hægt að fara too wide í gegnum þessa beygju, það er bara þannig. Og fyrir vikið tapar Hilmar niður og er komin í 10. sæti. Þannig að það er heilmikið verkefni framöndan í honum. Sjáum að Óli er síðastur, hann hefur lent í einhverjum vandamálum í fyrsta hring, við höfum mistað því. Og er svolítið búinn að dragast aftur úr, en það er nóg eftir að keppninni. Sjáum að Valli, hann er að halda alveg í hann óttar. Já, sjáum við mikið slag hérna 9. sæti á Hilmari, hann komst fram úr en hérna, hvað heitir hann, Doddi, komið fram úr, komin aftur fram úr. Lenda þarna saman, sá nú ekki almennilega hvað gerist þarna. Missi stjórnum á bílnum held ég. Veist, ég er ekki með að ég er aftur í sama setup og ég var síðast, þannig ég get ekki gert replay sem er synd og skam. Kannski kíkjum á þetta, það er ekkert stress eftir þessa keppni sem heitir seinni keppni kvöldsins. Kannski tjekkum á replayinu eldsnöggt eftir keppnina, ef ég man eftir því. Annars er þetta svona nokkuð sekúndu á milli allavega hans staðar, sem Ívar verið aðeins að sækja 7. sæti. Ingi er komin upp í 4. Ingi hefur tekið fram á Danna. Nú fyrir Ingi að elta Valla, þá reynir á honum. Arnar er 7. Ívar, já, það er Hilmar kom fram úr Sævari. Þetta er Sævari, já. Alltaf rétt að missa á þessu hérna. Maggi fyrir framann hann sem er á harddekkjum. Hilmar þarf að reyna að nýta mediumdekkin, en maður þarf að velja sér rosalega vel tækifæri til framúrastursjöfni. Það er rosalega erfitt að taka fram. Það er bara, ef ökumenn fyrir framann keyrir góða línu, þá er það bara varla hægt, sko. Kíkjum á toppinn aftur. Hann er búið að teygja staðins úr þessari slöngu hérna fremst. Valli er búinn að missa tóið af Óttari. Ingi 3 sekúndum eftir Valla. Danni er að halda í Inga. Þeir hafa nú átt ágæta slagi inn á milli hérna á tímabilinu. Danni og Ingi. Arnar 7, já, það er nú smá hérna í 7. og 8. Maggi er að sækja á Ívar. Hilmar er síðan þar og eftir að það er ekki ólíklegt að hann nái Magga, hann ætlar á mediumdekkjunum á móti hard. En það er eins og, hver var ekki Murray Walker sem sagði það, mann nú ekki hvernig hann orðaði það á ensku, það er eitt að ná næsta manni en það er annað að komast fram úr. Já, það er sérstaklega bara á þessari braut, sko, það er ekki mörg tækifæri til að taka þægilega fram úr. Nei, það er mjög riski. Það eru, ég myndi segja, besti framúrakstursstaðurinn hérna sé að reyna að stela innri línu inn í Druids sem er hérna beygja 2 upp hæðina. Já. Það er líklega skásti staðurinn. Mögulega að reyna að stela innri línun inn í Surti sem er hérna leiðilega vinstri beygjan sem þeir eru að koma í hérna núna vinstri beygjan inn á seinni beinakaflan. Það er hérna, já, það væri mögulega hægt að stela, reyna að ná góðu exiti og taka smá draft. En annar staður er eiginlega bara ekki þessi virði einu svona að reyna það, nema að næsti maður á undan gerir mistök. Það er bara svolítið þannig. Já. Sjá, Danna, hann er komin í sekúnduna eftir Inga. Hann er rétt að halda í. Já, hann er búinn að missa draftið. Það er spurning hvort að hann er alveg á mörkunum. Draftið byrjar eitthvað í kringu 0,8. 0,75, 0,8 eitthvað svoleiðis. Já. Og sí, hvað gerir ég hérna? 3 wide í fyrstu beygju er langbest, segir The Dogs Driver sem er Sindri. Það er, fyrsta beygjan er ekki góð til framúrakstur. Það er smá tæft. Það afsaka þetta, ég er með þurran háls í kvöld. Gætu verið eitthvað hóstandi. Þegar við sjáum hérna Hilma vera að sækja í fyrstu beygju, annarri beygju segin. Það verður mjög tæpir hérna. Þetta eru medium dekk á móti hard, Maggi á móti Hilmari, sjáum hvað gerist hérna. Hilmar tekur innri línu.
lenda smá nutt þarna á milli þeirra, sýndist þetta nú hafa verið í lagi. Sjáu hvort að Hilmar ná að sækja á, já, Ívar líka á harddekkjum, þannig hann ætti að... Já. Óli hefur yfirgefið svæðið. Hann lenti náttúrulega í einhverjum vandræðum greinilega fyrst, við mistum af því hvað gerðist, hann var búinn að dragast aftur úr. En spurningarna hann hafi lent í einhverjum fleiri, þessi braut, hún refsar gífurlega hart. Það er spurning hvort þetta hafi verið rage quit eða netvandamál. Það er spurning. Það þýðir að nú er Doddi orðinn aftastur, en það sjálfsögðu heldur sínu sæti í 12. sæti. Á toppnum er staðan óbreytt, það er Dimmi, Óttar og Valli. Valli er búinn að slíta sig frá Inga. Já. Dimmi með rosalega fastest lap, 1.22.5, já, þetta er nú bara nánast kafa tímatökur hringurinn aðan, 22.4. Það var ásbólstíminn aðan. Þannig hann er bara nánast að mattsa póltíman á hring, hvað hring sætti hann, hring 4. Virkilega vel gert, flottur hringur. Danni hann er ekkert að sleppa Inga frá sér. Er eitthvað að gerast hérna með halda áfram að fylgjast hérna með Hilmar að reyna að vinna sig upp á miðjumdekkjunum. Þeir eru báðir í baráttu hérna, báðir akademíumenn. Þetta eru nokkuð safe hérna þessir efstu 3. Já, þeir eru búin að slita sig verulega frá, sko. En svo má svo sem lítið gerast, við sáum það nú í 10-3 áðan að þar tapaðist 4. sætið bara á síðasta hring, held ég. Aha, ég misti af því leysi, sko. Ég misti þetta, það hefur verið Maggi út í grasari, þetta slapp nú vel hjá honum. Það er eitthvað. Þannig sjá Hilmar alveg hérna í raskarni Ívari. Og spurning hvort að Hilmar ætlar hann að reyna að taka draftið. Nissanin er að vísu með betri endarhraða. Sjáum það og Ívar líka með betra exit út á beygju 1. Hvað gerir Hilmar? Reynir hann eitthvað? Rétt fyrir utan í hann. Og Ívar fyrir utan. Þetta var nú kannski heldur robust move eins og maður segir. Maður þarf að passa sig í framrúðastörnum hérna. Já, þetta var svona questionable. Það er spurning hvort að Ívar sé sáttur með þetta. Sjáum hvað gerist hérna eftir keppni. Það er hægt að kæra í Tier 2. Það er kærufrestur klukkutími frá keppnislokum. Ef að koma upp einhver atvik, kærufresturinn er svo, kærurnar eru hugsaðar svona sem úrslitakostur ef mönnum finnst hafa verið brotið gróflega á sér í keppninni. Það geta alltaf auðvitað orðið racing incident og sjáum hvað við höfum nú ekki komin einn kæra ennþá í hvorki í Tier 1 eða 2 sem er ánægjulegt. Svo sjáum við Danna, hann er alveg komin líka aftan í hérna Inga. Já, Danni og Ingi hérna í hörkuslag. Ekki nema 0,2. Ég ætla rétt að gera hérna exit og aftur inn í spectate svo ég geti kíkt borð. Hvað er Danni? Kíkjum borð í M6-una hjá Danna. Sjáum að Ingi tekur varnarlínu. Danni veit betur en að reyna. Það er hættuspil. Tekur utarlega línu hérna inn í Druids. Er hann að taka þetta? Þetta var mjög vel gert. Þetta var snyrtilega gert. Gott dæmi hvernig maður tekur fram úr hér á þessari braut. Þetta er akkurat sem ég var að tala áðan inn í Druids. Þetta er líklega besti framúraksturstaðurinn á þessari braut. Spurning hvort við sjáum Inga gera allavega tilbaka. Hann er mikið betra exiti út úr Surtees og er að vinna upp hérna heilmikið tíma á beinagallanum. Já, heldur sér á góður hraði hérna. Spurning hvort að hann á að reyna á sama staði. Hann er að halda sér svona nálægt, sko. Já, það er spurning. Kíkjum hérna onboard í korvetuna hjá Inga. Agnars Freyr segir þetta næst síðasta hring. Já, það sem að Brynjólfur tapaði sætinu í Tier 3 áðan. Illi segir Sandi í þessum tveimur bílum saman. Bimmin og Korvettan, þeir sanda vel saman. Þetta eru samtals 16 silindrar hérna, 8 + 8.
Ég verð nú að gefa Corvettunni vinninginn af þessum tveimur. Ingi tæpur. Missir þarna draftið. Það er að gerast hérna fyrir ofan. Sjáum að Arnar er búinn að vera að refsa svolítið dekkjunum hjá sér. Það sé framtekinn hjá Arnari á móti Hilmari sem er að elda hann. Hvað segirðu að sjá? Arnar og Hilmar eru báður á mediumdekkjum. Já. Dimmi gerði mistök. Já, heyrðu, Hannes pointa það út hérna. Dimmi er komin í annarsætið. Sjáum að síðasti hringur hjá hann var tæplega 1.30. Ekki oft sem að sjáum Supernova menn gera mistök, en þeir eru jú mannlegir eins og við hinn. Þetta getur gerst. En þráttur er alltaf þá heldur Supernova samt sem áður fyrst og öðru sæti og eru ennþá með fullt hús. Það er spurning hvort að svona atvik hrist eitthvað upp í mönnum. Sjáum að Valli er að keyra gífurlega örutíðni í þriðja sæti, búinn að koma sér upp 7,5 sekúndna bili niður í fjórða segi ég, og er tæpar 4 upp í annað sætið. Það sem að, já, það má ekki mikið út að bregða. Ef ein mistöku viðbót þá getur Valli verið komin upp í annað sætið þessuna, sko. Já. Hann er ekki nema 5,5 sekúndur frá fyrsta. Allt að gerast. Rúlum hérna aðeins niður, sjáum hvort að sé Hilmar hann er búinn að ná Arnari. Arnari er svolítið tæpur á dekkjónum. Kíkjum hérna aðeins borð hjá Hilmari. Hann að sækja vel hérna á hann. Sjáum hvort að hann nái, hann er ekki. Móka vel hann Arnar. Arnar var rétt vel hjá hann. Hilmar með aðeins betra exit. Hvað reynir hann? Reynir að stinga sér hérna inn fyrir. Ég er núna með, já, mér sýnist Arnar hafa náð betra exitið þarna. En Hilmar rænir línunni og gerir þetta vel. Já, þetta var nú bara nokkuð snillilega gert hjá honum. Spurning hvort að Arnar ætla að reyna hérna að taka draftið. Stingur sér á innilínuna. Er hann að fara að láta þetta stikka? Já, virkilega flott barátta hjá þeim. En nú er Hilmar með innilínuna. Já, þetta er svona á að gera þetta. Clean og flottur slagur hérna sjötta sætið. Arnar og Hilmar. Humans are aliens too, segir Illugi. Það er alveg rétt. Dimmi er búinn að sanna það hérna í kvöld. Ingi blikkar fyrst, kominn inn í pit. Hann ætlar að taka það núna, já, hann er búinn að keyra 11 hringi á mediumdekkjunum. Arnar félagi hans og bróðir kemur inn líka. Þannig að þeir ætla að vinna á undercuttinum. Þetta er það sem við vorum að tala um áðan. Undercuttin á Brands Hatch gæti orðið gífurlega mikilvægur. Af því að brautastaðan er svo mikilvæg. já, Ingi kemur út á góðum stað, að vísu ekki mjög langt í Ívar. En þeir eru allavega á sömu dekkjum. En það er að vísu, já, reyndar, náttúrulega þeir voru að fara af medium yfir á hard. Þannig að undercuttin hérna mun vera enn sterkari að fara af hard yfir á medium, að fara fyrr yfir á medium heldur en næsti maður. En það verður spennandi að sjá með við að hérna Arnar og Ingi keyrðu 11 hringi á mediumdekkjunum. Þá getum við séð já, alla vera búin að stoppa kannski kringu hring 20. Ásækið. það er spurning hvort að Dimmi sæki á Óttar hérna. Hvort það sé eitthvað teamwork í gangi. Spurning, Dimmi svona allavega á einum hring hefur verið hraðari ökumaðurinn hér í kvöld. Var á rásból og leiddi keppnin áðan en gerði svo mistök og er búinn að ná Óttari aftur. Grunar að, já, sjáum Óttar líka með svolítið verri dekkjastöðu. Já, Erum við að fara að sjá, náttúrulega er Dimmi með draftið hérna. Kæmi mér ekkert óvart ef við myndum sjá þá skipta sæti hérna eða hvað, nei. Dimmi passar að vera ekkert að reyna einhver
vafasöm múf hérna. Það getur orðið dýrkeypt fyrir liðið. Valli keyrir hérna eins og herforingi í 3. sæti, að nálgast í 10 sekúndna bil niður í 4. Danni hérna í 4. sæti, Hilmar 5. Maggi 7. Ívar Hallur eru einhverjir sem eiga eftir að pitta hérna. Einhverjir sem eru búnir að pitta, eða flestir sem eiga eftir að pitta. Kíkjum aðeins borð í bílinn hjá honum Dimma. Missir af Apexunum þarna inn í Patrokil, en þeir eru bara keyrið örglega. Herru, Danni í pit. Sjáum Akademi í bílinn rúlla hérna inn í pitboxið. Gallalaust pitstop eins og alltaf. Liðsfélagi hans Hilmar heldur áfram. Hilmar heldur áfram. Sjáum það að Danni þá 3. maður til að pitta. Hann keyrði 13 hringi á mediumdekkjunum. Ingi keyrði 11 og Arnar líka. Sjáum að menn að reyna að kreista mediumdekkin svolítið lengur. Spurning hvort Ingi hafi blikkað of snemma. Sjáum hvernig hring er hann að setja 25. Sjáum að medium mennirnir eru ennþá að setja hraðari hringi, þannig að mér finnst eins og Ingi og Arnar hafi pittað heldur snemma. Já. Ég ekki vissu, það getur vel verið að þetta sé eitthvað meira að baki hérna. En svona fljótt á litið þá ég ekki að sjá þessi strategíu vera að gefa þeim einhvern auka tíma hér. Ingi hvað segir þið fyrir ekki? Hérna Dimmi var komin hérna aðeins dálítið nálægt honum mótari hérna, misti bílinn rétt svona aðeins, en sækir strax á hann aftur sko. Ég ætla að kíkja hérna borð hjá honum Ívari og horfa aftur á bak. Fylgjast með Inga, hann að ná. Hilmar fer í pitinn. Hilmar í pitt. Kíkjum hérna á hútið hjá honum Inga. Ingi búinn að ná Ívari og að reyna að pressa. Hvar kemur Hilmar út? Hann kemur út 8. 4,6 á eftir Inga. Eitthvað að gerast á toppnum milli liðsfélaganna? Þetta ennþá hérna í 0,5, en samt einhvern veginn Dimmi alltaf að sækja. Já. Það að fara inn á beinagaflan fyrsta, en það bara 0,5. Það 0,4. Þetta ekki nóg. Beinakaflinn svo stuttur, þú nær svo lítið að hanga í draftinu. Já. Síðan getur það líka verið hættulegt inn í fyrstu beygina því að þú náttúrulega rest á í skítugu lofti frá mannum fyrir framann og sem að minka fyrir viki ertu með minna downforce og kannski meiri líkur á að og það endur út af. Valli fór í pitt, var í 3. sæti þegar hann fór í pittin, kemur út í 3. sæti, nokkuð örugglega. Hann og bílnum Það að kemur miklu betur út úr beginni hérna að Dimmi gæti mjögulega enda eitthvað enda ég að reyna eitthvað sko. Þeir fara varlega, þeir verða að passa sig. Við erum rúmlega hálfnuð núna með keppnina eða svona eiginlega bara akkurat hálfnuð. Það bara status quo hérna. Þetta að rúlla hérna niður. Einhver staðar að myndast slagur, sýnist ekki. Nei, það hérna bara á toppnum milli liðsfélagana. Þeir eiga eftir að pitta. Já, þeir ekki efstu af topp 6 sem eiga eftir að fara í pitt? Eða hvað? Ég held sko Valli búinn að pitta. Já. Maggi
Jú, var hann ekki þriði? Hann var þriðin í pit. Það var snemma, eftir 13. Það má ekki. Nei, Valli var ekki búinn að fara í pit. Valli að fara í pit nú. Já. Það hlýtur að vera. Bílið var orðið svo mikið. Það voru ekki nema, það voru einhverja 9 sekúndur á milli hans og Danna áðan fyrir pitstoppin. Valli kemur inn í pit, sjáum hvar hann kemur út. Nei, ég held að... Heyrðu, hann kemur út á eftir Danna. Já, ég held að þetta hafi verið annars skipti sem hann fór í pit. Ég held að hann hafi glemt að taka bensín eða... Eitthvað, sko. Ég held að hann hafi verið komin á ný dekk, sko. Já, jú, Valli er búinn að pitta. Hann var komin á harddekkin. Hann hefur, jú, Já, hann var að taka bensín núna, held ég. Þetta er... Hann segir hérna, Valli fór óvart aftur á RM. Mér fannst hann hafi verið komin á hard. Af því hann var að taka bensín núna í seinna skipti, eða ekki? Jú, en náttúrulega, já, það getur enda verið að hann... Ég tók ekki eftir því hvort hann hafi farið aftur á medium, en hann hefur víst... Nei, það getur verið. Síðan Hannes. Það er helviti fúlt, Valli er búinn að keyra gífurlega vel í 3. sæti alla keppnina. En ef við reynum að sjá eitthvað ljós í myrkrinu fyrir Valla, þá er þetta líklega skástabrautin á keppnisdagatalinu til þess að þurfa að taka aukastopp, af því að pitturinn hér er töluvert styttri heldur en á bara held í öllum öðrum brautum, eða allavega flestum. Og hann er strax svona að minnka bilið í Danna. Guðmundur, liðsfélagi Valla, staðfestir hér að hann fór á medium aftur. Þannig að það er ansi súrt. Eitthvað grunar að sjóða Valla hérna. Hvað segir þið? Dimmi fór í pit. Dimmi í pit, kemur út. Þetta er ekki nema, ég er svo sem verið búinn að kíkja. Rosalega dekkin, já, hann er mótori. Já. Hann er ennþá að setja fína tíma, hann er ennþá að setja svona miða við. Já, það komið 2 sekúndur fyrir aftan. Þetta er ekki nema 10 sekúndur eða svo sem að tapar á dekkjastoppi á þessari braut. Já, svo Dimmi er að sækja hratt. Óttar þarf að fara í pit núna ef hann vill halda þessu fyrsta seti, sko. Hann hlýtur að fara í pit núna. Hann er að keyra á þessi 18. hringinn á mediumdekkjunum og það er líka sést. Já, kemur inn í pit. Hann er bit í pitinn, það er ekkert vit í öðru. Við sjáum að Valli er að sækja hart á Danna. Maggi átti eftir að pitta. Hann er í 3. sæti eins og en hann á eftir að falla eitthvað niður þegar hann tekur stopp. Já, svo Valli komin sekundu, Danni 0,2, 0,3 fyrir aftan Magga. Já, Maggi náttúrulega er á slitnari dekkjum heldur en mennindi fyrir aftan. Já, Dimmi kemur út fyrir framann, það hérna komin 2,5 sekunda. Já, endursköttið virkaði náttúrulega að Óttar var komin á bara niður í vír nánast. Þetta er að vinna með Valla núna líka að Maggi, ef að Danni nær Magga og heldur í einhverjum vandræðum með að komast þar fram úr, þá nær Maggi að ýta Danna til Valla. Þá getum við fara að sjást þar slag, í raun tæknilega sé slag 3. sætið, því að Maggi á eftir að pitta. Já, þeir allir komnir hérna mjög nálgur öðrum, sko. Danni komin bara í afturstuðarann og Valli komin þarna líka, þetta er orðið 3 bíla barátta. Nú fá að sjá 3 white í fyrstu beygju, sko. Jæja, Sindri, ef þú ert að horfa ennþá, þið gætu orðið af óskinni. Ég ætla enda mjög grunar að ég held að hann Maggi þjóta fara að pitta og taka mediumdekki sín. Já. Hann á eftir að pitta nefnilega, sko. Það er... Þannig að Valli og Danni eru í raun að slást 3. sætið. Já, akkurat. Þetta er... Þeir eru bara eins og límdir saman. Það er eins og við séum að horfa á Human Centipede hérna. Gerir Maggi, fyrir Maggi í pittin, Maggi tæpur, sko. Danni út af, missi bílinn rétt út á grasi. Danni missi bílinn, lendir næstu því í veg fyrir Inga, en sleppir fyrir horn. Hilmar rúlar hérna fram hjá liðsfélagi sínum, Danni tapaði þarna 4 sætum á einu bretti. Ja, nei, 3 sætum á einu bretti. Og Valli getur nú andað léttar, kominn í 4. sæti. Og hérna, já, mun endurheimta 3. sætið annarkvort með framúrakstri á Magga sem er á töluvert slitnari dekkjum eða þegar Maggi tekur pitstopp. Ég
talaði áðan að við myndum líklega að sjá síðustu pitstoppin í kringu ring 20, þannig að það er spurning hvað Maggi gerir. Hverjir eiga fleiri eftir að pitta? Er Maggi síðastur í pittin? Sýnist hann að Doddi. Já, Doddi. Og Eiður. Eiður á eftir að pitta líka. Hann hoppar inn í pitt núna. Eiður í pitt og eitthvað segir mér að Doddi fari í pittin líka. Þú vilt ekki taka færri hring, nei, Doddi fór ekki í pittin. Ég held nefnilega að þú viljir ekki taka 10 hringir á meitindekkjunum er eða gert lágmark. Þú verður að nýta þau eins mikið og mögulega getur sko. Já. Og Valli kominn alveg í skottið. Magga. Mun ferskari dekkjum líka alveg. Já. Búinn að vera á top pace í þessari keppni. Ég held að við hljótum að sjá Magga hlaupinn í pitt í lok þessa rings. Já, Jens fer bara eða tíma held ég að taka varnarlínu og... Já, hann græðir ekkert að, jú, hann fer hann í pittin. Maggi pitt, sem þýðir að Doddi og Eiður eru síðustu menn eftir á braut. Valli kominn aftur upp í 3. sæti, þannig að Ingi kominn í 4. Skaðinn á því hafa þurft að taka auka pitstopp er í raun orðin að engu. Hann er búinn að endurheimta sömu stöðu allavega, en hann er náttúrulega töluvert lengra frá fórustu söðunum núna fyrir vikið. Já, sjáum Hilmar, hann er kominn upp í 5. Ingi í 4. Hilmar, já. Danni 7. Þannig að þeir byrju Hilmar og Danni ræstu 4. og 5. var það ekki? Jú, og Ingi var Hilmar 7. datt niður þetta í 10. og þegar hann lenti saman á Danna. Já. Og svo gerði Danni mistök núna og lenti semst í 7. fyrir bakvið Hilmar. Já. Sem er að keyra mjög vel, búinn að vinna sig að við mitt aftur upp úr held ég 9. að 10. Já, þannig að hann er að stefna á það á sína bestu keppni núna. Það er vonandi að netið haldi hjá honum. Já. Flottur aktur hjá Valla, segir Hannes. Það er svo sannarlega rétt, hann er að stefna alveg hraðbyrji hérna á sinn fyrsta velunapall á tímabilinu. Hann heldur betur að ná í eins mörg stig og hann getur í fjarveru liðsfélagans. Gerir þetta mjög vel. Ingi er hérna í 4. sæti, tæpum 4 sekundum á eftir. Dekkin tölvöld betur sett hjá Valla. Enda pittaði Ingi náttúrulega mjög snemma. En Ingi allavega búinn að vinna upp 2 sæti, hann ræsti, eins og við vorum að segja, ræsti í 7. Þannig að... Sjáum smá barðu hérna í 9. 8. Já, ég var að sækja verulega á beinakaflunum. Já, þeir eru báðir á medium. Það er að reyna að ræna innri línu inn í fyrstu beygju. Kíkjum með borð. Já. Bremsa seinna, þetta var aldrei hætta. Gert. Já. Spurning hvort að Maggi ætlar að reyna eitthvað, ætlar hann að stíga sig inn fyrir. Kominn á Klein í medium deck, hann Maggi. Reyndar Ívar líka, en búinn að taka aðeins fleiri hringi. Já, hann pittaði fyrr, aðeins færði að sjá á dekkin þar. Er eitthvað að gerast annar staðar? Nei, mér sýnist ekki. Valli er að auka bilið í Inga. Hilmar er eftir á móti sýnist mér búinn að sækja aðeins á Inga. Eða hvað? Það er 2 sekúndur þar á milli. Hvað segirðu, milli 4. og 5? Já. Sýnist Hilmar vera að sækja á Inga sko. Já, slæmt rólega. Já. Aðeins betri dekkjum, svona segi til 0,015 í hverju beygju. Það er allir búin að pitta núna, og við erum að sjá þá núna, það eru top 7 eru allir á harddekkjunum. Ívar svo hérna medium, já, það eru top 7 á hard og hinn er á medium, þannig að það splittast þarna. Enda líka svaka barata hérna, medium barata 8. sæti. Já, svo kíkjum hann hvað það er eiginlega slagurinn á brautinni akkur núna. Ívar náði fram og Magga inn í beygju 1. Spurning hvort að Maggi ná að nýta sig það að hann sé á ferskari dekkjum. Það er mediumdekkin að þau slitna alltaf að tölvöld hraðar heldur en hörðudekkin og það er ákveðin tímapunktur þar sem þau svona fara fram á klettin sem maður segir. Svona tíminn fyrir að hrynja. Það er spurning hvort að Maggi reyni hvort hann sé bara í biðstöðu að hanga í honum
býður eins og gammur eftir tækifæri. Já. Eða bara pressa Ívar í mistök eða bara einmitt, Já, eða bara sjálfur út í sandinn. Var ansið tæpur á að ná að halda honum þarna. Snýr allavega í rétta átt, þetta var nú bara nokkuð laglegt. Spinn, Hilmar var að tala um útsetningun áðan hvort það ætti að vera style points fyrir flottasta driftið. Ef að svo er þá held ég að Maggi fái þau stig fyrir þennan snúning. Afsakið. Já, núna er Hilmar búinn að sækja vera lágkomin alveg að komast í drafti hérna. Hilmar er með gott pace hér í kvöld. Var aðeins kannski að passa sig betur við framúrakstur en er búinn að keyra mjög konsistent góða hringi. Nú er hann komin í draftið hjá Inga og hann þarf bara að vanda sig vel, vanda til verka og sjá hvað gerist. Það er ekki alveg jafn góði exiti og Ingi út úr beinu sko. Það missir aðeins hraðan sko. Við getum borð hjá Hilmari, sjáum hann elta Inga. Þetta er hálf sekunda, hann heldur sér alltaf í draftinu, nær betra exiti hérna, tölvöld betra exiti. Ég man ekki hvað þessi beygja heitir. Síðan kemur blinda Apexi hérna upp hæðina, stórhættuleg beygja. Já, hann er nú bara, alveg að halda í, hann er ekkert að gefa eftir gegn Inga. Nei, hann er búinn að keyra mjög vel í kvöld. Fyrir utan þessi leiðilegu mistök. Já, það var svona kannski aðeins og fljótfær í framúraksturinn sýndist mér hérna áðan en búinn að eiga gott mótsamt sem áður og er greinilega búinn að æfa sig vel hérna fyrir kvöldið. Hann ætlar að Hilmar er núna fyrir þessa keppni þá er hann í fallhættu. Það eru neðstu 3 í tier 2 sem í raun missa sætið sitt í deildinni í lok tímabils, eða í lok vetrartímabils sem er klárast núna miðjan desember. Já, spurning hvort það hafi verið liðsfundur og Dan hefur lagt línurnar og vilja halda liðsfélagunum í deildinni. Náttúrulega einn af þessum næstu 3 var Freyr sem er núna farin úr deildinni og sem því að Eiður er þar náttúrulega kemur náttúrulega inn í deildina með 0 stig. Þannig að það er svolítið uphill battle hjá honum í deildinni. Það sé að koma inn í 0,3 ár. Hvað segirðu? Það sækja verulega á hann Inga hérna núna. Já. Ingi að gera þetta mjög vel. Mjög tæpur hérna á grasinu. Svona er góðu exitið hérna út. Það er spurning hvað Ingi gerir. Kíkjum aftur borð hérna. Ingi með lítið betra exit sýnist mér út úr síðustu beyginni. Tekur þrönga línu. Það ætlar ekki að hleypa honum fyrir hvað gerir Hilmar. Nei, þetta er úr langt, hann nær þess ekki. Það er bara þolinmæði er name of the game í framúrakstri hérna. Ingi tekur þrönga línu hérna upp Druids. Það er Hilmar með góða línu hérna en Ingi er minni línunni. Já, það er vel gert. Ingi pressar, hvað gerir hann? Hann er ekki með þetta. Hilmar reynir að stinga sér, þeir lenda saman, þetta var já, maður veit ekki smá samstuð þarna sem ýtir Inga út fyrir en Ingi með betra exit skýtur sér í innri línuna, hann er grimmur, hann ætlar hérna fram úr. Hvað gerist? Þeir lenda saman, smá nudd Ingi skæði skiður, hvað gerir Ingi? Hann er ennþá með innri línuna, bremsa mikið seinna og hann er með þetta, engin hætta. Þeir lenda aftur saman, Ingi góstaðist þetta í smástund og Hilmar lendi inn í bílnum. Og Ingi með kvartbakkið, virkilega vel gert. Og Hilmar spinnar. Þetta var fjörugur bardagi og Ingi, Hilmar með, þetta var varasamt re-entry og nú þeir lenda aftur saman hérna Ívar og Hilmar. Þetta var leiðilegt sko. Það þarf að passa sig þegar maður henda sér inn og braut aftur. Það fylgjast með skoða trackmappið, sjá hvort það sé ykkur að koma. Þó gangu ýmsu hjá honum Hilmari hér í kvöld. Það má vera smá rússibanni.
einhver, já, ég man nú ekki í hvað sæti hann var þegar þetta gerist. Var hann í... Svo var hann ekki í 7. Það var hann að berjast við, held ég, 7. eða 7. sko. Já. En það er búið að ganga á ýmsu hér í kvöld, það er óhætt að segja það. Og nú þarf Ingi að hafa áhyggjur af hinum akademíumanninum sem er Danni. En Danni og Ingi hafa nú háð baráttu hér í Tier 2 oft áður. Sjáum hvernig þetta fer. Valli aftur á móti er öruggur í 3. sæti, 10 sekúndur þar á milli. Óttar í öðru og Dimmi þriðji. Nei, Dimmi þriðji. Dimmi fyrstir. Afsakið. Dimmi með hraðasta hringinn. En þá þetta er hringur sem að setja þarna bara eiginlega upp af í keppni. Já, geggjaður hringur. Ekkert smá. Það er ekkert verið í gangi nema einmitt hérna Danni að sækja á Inga. Já, það ekki. Driver of the Day, já, heyrðu. Hannes, gott að minna mig á þetta. Við ætlum að taka aftur Driver of the Day poll eins og við gerðum hérna í Tier 3. Þannig að þið sem eruð að horfa hérna endilega hendið í komment hver er ykkar ökumaður dagsins í þessari keppni. Ég ætla að henda mínu atkvæði, þá held ég myndi nú eiginlega verða að já, Ingi búinn að vera að gera mjög gott mót, búinn að vinna sig upp úr 7. upp í 4. og búinn að gera mjög vel, en á móti er Valli búinn að vera að keyra gífurlega steady líka og er að keyra sína langbestu keppni á þessu tímabili, pluss það að hafa tekið auka pitstop og er samt í 3. sæti, þannig ég ætla að henda mínu vóti á Valla hér í kvöld. Ég held ég sé bara sammála því sko. Það er að keyra mjög konsistent, smá mistök, en Má svo sem ná ekki ég bara gleyma- bestu stigin sko fyrir liðið eins og Já. staðan er sko. Það má ekki taka neitt af þeim hérna Supernova mönnum í 1. og 2. sæti, að sjálfsögur búin að keyra hérna algjörlega eins og hersæðingar, en maður er náttúrulega kannski bara þannig að maður er vanur að sjá þá hérna í efstu 2, en Já. Valli er að koma gífurlega sterkur hérna með 3. sæti, setur tónin Toyota Gazoo Racing, hann náttúrulega systur liðið í WFC var að tryggja sér heimsmeistaratitilinn í World Endurance Championship keppninni. Já, Þannig að Toyota er á mikilli siglingu hér í kvöld. Atkvæðinu Valli virðist vera Guðmundur Orri segist alls ekki vera hlutdrægur, en hann veitir Valla sitt atkvæði. Sindri segir Valli, Jón Ægir segir Valli, Gunni gefur Inga sitt atkvæði. Þannig að eins og staðan er núna, að þá er Valli að hreppa Driver of the Day. Það er, já, við erum þá að sjá nýjan ökumann ekki á Ráspól, á velunapalli segi ég. Já. Agnar Freyr gefur Dimma sitt atkvæði. Dimmi vissulega leiðir keppnina með hraðasta hring og var með Ráspól, þannig að það er ekki hægt að taka neitt af honum hérna í kvöld. Og ekki Óttari liðsfélaganum heldur, ekki nema 2 sekúndum á eftir, og þeir eru það bil að sigla fullu húsi stiga í 5. skiptið í 5 keppnum hér í kvöld. Hann segir hérna, já, Valli er búinn að gera gott mót, Dimmi kemur þar rétt og eftir. Já, ég stend með mín atkvæði, ég held að ég svona, já, eins og ég segi, maður horfir á, tekur allt inn í reikningin. Hvar Valli er búinn að klára síðustu keppnir og kemur hérna. Magga vera að sækja Já. vel á Arnar hérna. Fyrstu beygju. Dekkjastaðan á milli er að Arnar er verð settur, hann er að fara svolítið illa með framtekinn hjá sér. Það er spurning hvort hann sé að keyra með aggressive camber eða eitthvað sem að Hann tekur inn rýlina í... Maggi stingur sér hérna inn fyrir Já. aðeins meira út á grass. Þetta er Corvette á móti Corvette. Amir í stál. Ég veit ekki hversu mikið stál er í þessum reyndar, en þetta sé ekki mikið karbon og fiberglass eða eitthvað, ég veit það ekki. Herru, Danni kominn líka í gott draft hérna á seinni beinakaflanum. Það eru TRB menn sem eru í konstant slag hérna í kvöld. Arnar nýbúinn að tapa sæti til Magga, spurning hvort við sjáum Danna ná að hrifsa 4. sætið af Inga. Ingi tæpur. Var þetta samstuð eða var þetta, ég held að hann hafi nú bara misst bílinn. Já,
nokkuð sem ég misti rétt á þessu. Ég fannst að sjá hann fara aðeins á grasið þarna með afturdekkið, sko. Bíllinn hegðaði sér allavega þannig. Fylgjast þetta með þeim tveimur, þetta er mest spennandi slagurinn á brautinni akkurat núna. Hannes segir hérna Hilmar fyrir jójó. Jójó dagsins, já það ágætlega við. Hann byrjaði nokkuð framálega, datt niður, vann sig aftur upp, datt aftur niður. Góður ökumaður og uppleið. Alveg sammála því. Hilmar er, fyrir það sem ekki vita, yngsti ökumaður deildarinnar. Hann er bara, hvað, hann fermdist í vor? Já, akkurat. Heyrðu, Ingi, hvað er Ingi að gera? Það er bara bensínlaus. Er hann bensínlaus? Nei, byrju nú við. Hvað er í gangi? Það er eins og bara, þannig að við orðið bara batterislaus á fjastringu ef hann er að spila það. Hvað er í gangi? Síðasti hringur, það er last lap drama. Það er ekkert input, hvorki á bremsunni en ég er stýrið. Það er beygju input í gangi. Það er mjög riskjótt. Hvað er í gangi hjá Inga? Og Dimmi og Óttar að koma hérna í fyrsta öðru seti öruggir. Dimmi og Óttar sigra þessa keppni. Hvað er ég? Ingi er að, já, hann er bara, byrju, Ingi, ég get ekki lengur farið á Inga. Hann hefur mist netsamband. Já, hann er ennþá hérna að mér. Hann er að púla Hilmar á þetta nema ennþá verra á síðasta hring. Já, Valdimar að koma hérna svo í þriðja. Já. Þetta er íðilegt, sko. Þetta er ógeðslega fúlt. Valli klárar hérna í þriðja sæti. Danni er að klára í fjórða sæti fyrir vikið. Þetta er helviti skellur, sko. Það er bara ekki hægt að segja annað. Búinn að keyra mjög gott mót, vinna sig frá sjöttu upp í fjórða og lendir í þessu. Danni klárar í fjórða, Maggi klárar í fimmta. Hans bestu úrslit, mjög flottur reis hjá Magga. Arnar skilar í hús nokkur stigum hérna í sjötta sæti fyrir TRB Racing, Hilmar í sjöunda sæti. Ívar er að klára í áttunda sæti. Ég sé Inga ennþá, jú Ingi er hérna ennþá, hann er bara... Er hann benn? Nei, veitu hvað? Hann er ennþá einn inni. Jú, núna byrjar hann að keyra. Þetta er eitthvað... Þetta hefur verið eitthvað hardware vandamál. Stýrið hefur farið í... Kannski bara fjöltengi eða... Þú veist, það leit bara út fyrir að stýrið hafi bara dottið út, sko. Spurning, hann er komin í autodrive bara núna, sko. Já, ok. Hann er bara komin í autodrive. Það hlýtur eitthvað að hafa gerst með stýrið hjá honum eða eitthvað slíkt. Hann hefur ekki náð að halda stjórn á bílnum lengur. Þannig að hann er komin í autodrive og lætur tölvuna klára. Hann er þarna þá í örfá stig, 10. sæti gefur hvað, 5 stig. Það getur munið það þegar á hólminn er komið. Þetta var erfitt að horfa á þetta, sko. Já, ég finn til með honum Inga. Þetta er eitthvað sem mamma vill ekki lendi í leiðilegt að horfa upp á þetta. Búin að vera í slaka í alla keppnina. Þurfa svo að lúfa svona í lokin. Það er hundfúlt. Tapar líka, hvað, fjórða sætinu? Já, hann tapar 6 sætum. Hann er eiginlega bara heppinn að Sævar og Eiður, þeir voru konur hring og eftir, þannig að þeir eru búnir að klára keppnina. Ég svo sem veit ekki hvort að þeir hefðu náð honum eða ekki. Veitu, hvað er í gangi? Ingi er svo síðasti sem á eftir að klára. Þannig kemur hann, heyrðu. Hann er komin aftur með stjórn virðist vera, eða hvað, nei. Kemur í markið 10. Þetta var, ég er forvitin að vita hvað gerist inn hjá hann. Svona lyktar svolítið eins og eitthvað vandamál með stýrið eða eitthvað svoleiðis. Hilmari mættur í chatið, glaður, samt pirraður, segir hann. Það gekk á ýmsu hjá Hilmari. Hann var lenti í, átti hann, voru nokkrir einhver vafasöm múf hérna og lenti svo sjálfur í smá samstöðu hérna í lokin og snýri. En velgert samt að klára 7. eftir allt saman. Segjum þetta replay. Hann ætla bara að byrjum að segja til hamingju bara Dimmi með frábæran lagstur og Óttar og svo Valdimar koma verulega óvart en ég var að spá hvort þú vildi kíkja á replayið. Jú, ég ætla að gera, ég ætla að setja hérna rétt smá kveðið inn í lobbyið að láta það vita ég sé að ætla að loka en bara við óskum Dimma innræðlega til hamingju með frábæran sigur. Annað fullt hús stiga fyrir Supernova. Óttar þar rétt og eftir í öðru sæti bara gallalaus akstur, svona nánast. Dimmi gerði nú smá mistök, aldrei svo vant, en sigraði samt sem áður.
með hraðastarhring af ráspól, virkilega vel gert. Og við óskum þá Óttari til hamingju með annarsætið og Valla með þriðasætið og sem fyrsta pódium á þessu tímabili. Sjá, ég ætla að henda inn hérna Luku kveðju í lobbyið áður en ég fer í replayið. Það má kunna sjá. Svona áhörundur, við ætlum að kíkja eins á replay. Ef það er eitthvað sem þið viljið sjá, endilega látið mig vita. Við ætlum aðeins að kíkja á replayið því við höfum nú tíma. Hilmar vil sjá þegar hann spinnar. Lokum þessu lobby og kíkjum á replayið. Aðeins að sjá, það var eitthvað sem gerist þarna á þriðja hring. Hvað gerist þar aftur? Nú sjá. Library. Replay, Brands Hats. Agnar vil sjá þegar Dimmi gerir mistök. Hvað var það aftur? Svo við vinnum okkur aðeins áfram og skoðum þetta. Hvað var það sem gerist á þriðja hring sem við töluðum við ætluðum að skoða? Ég er búinn að gleyma því. Jú, var það ekki þegar Hilmar held ég fór utan í... Nei, það var... ég man það ekki. Síðan var það líka milli Danna og Hilmars. Já, jú, það var ekki það sem við ætluðum að skoða. Illuís vil sjá Hilmar og Dodda í Graham Hill og Robert segir að þyrst nú bara heilan þátt af atvikum úr þessu reysi. Það gekk á ýmsu. Það er ekkert að segja að þið tvö keppendur hafa ekki gefið gott sjó hér í kvöld. Sjá. Það voru mistök hjá mér og Danna, segir Hilmar. Það var hringur 3 sem var... Það var hringur 2, það er á þriðju mínútu sem að Hilmar finnst út af. Sjá. Já, kíkjum á þetta. Hilmar reynir utanverðu á Danna. Rekast þetta saman. Þetta er nú í raun... Danni segir ég botsað algjörlega þeir búinu framhjá. Sko, ég held að lítur út fyrir að Danni hafi bremsað munn fyrr og því reynir Hilmar að taka línuna en hann er ennþá með línuna Danni sko. Já, Danni er að segja hérna í chatinu ég botsaði algjörlega að hleypunum framhjá liðstjónu var eitthvað óskýr þannig að lítur svolítið út í að hann bremsað mikið fyrr svona eins og hann hafa ætlað að reyna kannski að hleypunum fram úr og síðan rekast þeir hérna saman Hilmar fyrir vikið fer vítt út í grasið, út í mölina og rest er history. Þá er það mál útkljáð. Hvað viljum við skoða meira? Var ekki næst bara Hilmar og Doddi þegar Hilmar fór í... Þetta var... inn í Patakvill hérna sem Hilmar bremsa seinna. Þetta var nú... Hilmar var nú komið með línuna. Ég held að þetta sé nú allt í lagi atvik. Já, sjáum að Doddi var alltaf búinn að hægja svolítið á sig hérna. Þetta var smá dífa en... Hvar ert þú núna, segir þau? Ég er á... Já, þú ert ekki að horfa alltaf að sama og ég. Ég er á lap 3, Doddi og Hilmar. Inn í fyrstu beygju. Eða fyrir ekki, lap 3. Sjáum það að Doddi er kominn aftan í Magga. Og hægir á sig fyrir vikið því hann veit hann er ekki að fara... Hann ætlar ekki að reyna framárastur. Hilmar á móti tekur inn í línuna og er hérna kominn bara samsíða að innanverðu og ég held að Doddi einfaldlega bara átti sig ekki á að Hilmar sé mættur og þeir lenda þarna saman en í raun engin skaði skeið þannig séð við ætlum að sjá Næsta atviki var heldur komin á það á 7. hring 10. mínútu 40 sekundur fer utan í Ívar og
Já, Hilmar er að biðja hérna má ég sjá ég og Ingi. Var það ekki hérna bara í lokin, Hilmar? Við ætlum að vinnum okkur hérna bara upp. Illugi segir þriðja beygjan. Hvað var þar, Illugi? Hvar varst þú komin, Ævar? 7. hringur? Já, 10 mínútur 40 sekúndur. Og það var Ívar og Hilmar. Já, fyrstu beygja. Já, má sjá. Kíkjum á þetta. Sko, Ívar er vítt, en Hilmar er ekki kominn samsíða inn í beygjuna. Hann snertir hann aftan, sko. Já, síðan rekast það hérna saman. Svona tæft, myndi ég segja. En ég er svo sem engin dómari. Og ég tek, ef að kom einhverja kærur þá tek ég enga afstöðu þar. Þar er hann Kristján Einar sem að fær það öfundsverða hlutverk. Hilmar og Doddi í þriðju beygju og þriðju hring. Býta nú við. Spóla tilbaka. Það er, já, segir hérna, má sjá, þriðja beygja. Já, alveg rétt. Það var þar sem þeir lentu saman. hann bremsar seint Hilmar. Já, lendir þarna. Sjáum þetta, Hilmar ætlar að reyna þarna fyrir, lenda aðeins saman. Doddi fer þarna og lendir síðan þá með dekk hann út og braut og spinnar fyrir vikið. Já. Þetta var, já, svo ætla þú varst komin hann í 7. hring. Þetta er svona smá post-race special. Hvað segir, 10 mínútur, 40 sekúndur, já. 40 sekúndur, já. Já, við vorum að sjá alveg rétt. Ívar og Hilmar vorum að skoða það. Hvað var svo, já, er það svo ekki bara... Hilmar fær skjátíma núna. Það var nóg að gera hjá Hilmari. Grunar að Hilmar sé sveittur eftir keppnina. Það er alveg klárlega, það er engin viljaverk í gangi hérna. Það er erfitt að taka fram úr hérna og það er alltaf áhættu samt. Hvað var næst? Er það bara... Hvað klikkar hér Inga á síðasta hring, spyr Danni. Já, ef að Ingi er komin í chatið þá væri bara... Þá væri gaman að heyra, já, gaman og ekki gaman, það væri áhugavert að heyra hvað gerðist. Hilmar segir hérna, ég er að kafna, það er komið sundlaug. Róbert segir, þetta er erfið braut, allir að vanda sig. Já, það er allir að vanda sig hérna, það er enginn að reyna að klæsa neitt. Það bara geta orðið... Það geta orðið... samstuð í hita leiksins. Já, við ætlum að sjá mistökin hjá Dimma. Munið á hvaða hring það var. Það var 11. hringur. Já, þarna var það. Sjá. Racing incidents across the line, segir Illugi. Ég verði eiginlega að vera sammála því. Svona fljótt á litið. Hvar gerir Dimmi mistökin? Þarna. Inn í næst síðustu beygju. Fer með dekk út í gras og lendir fyrir vikið utan brautar og þarna kemur Óttar siglandi. Þá skulum við bara kíkja á lokin hérna. Ég þarf að fara að slaufa þessu. Það var... Hvar var það sem að Hilmar og Ingi voru að slást? Sjá, hann er að nálgast. Sjá. Já, hérna. Ég kom inn á 19. hring. Þegar það var ekki Danni sem fyrir út af. Já.
Jú, Jú, okkur. við sáum það í beinni á streyminu, hann misti bílinn. Ég er komin hérna á hring 26, 36 mínútur slétt, þar sem að Ingi og Hilmar að slást. Hilmar fer hérna inn fyrir, Ingi pressar vel. Svo var það, já, það var hérna næsta beygjan sem að þeir lenda hérna aðeins saman. Það fer utan í hann hérna á 37. mínútu slétt. Já, sér ekki nú. Ingi með góðan framarækstur hérna. Lenda síðan þarna aðeins saman þegar hérna Ingi góðstar. Síðan á Ingi gott move hérna, tekur cutbackið. Síðan kíkjum hérna í bumperkamið. Smá bump þarna, Ingi hérna í spjallinu. Ítti ekki út af, sást alveg það sjálfur, byrjar á því að bumpa mig og nutta, þannig ég ákvað að gefa þér ekki neitt. Þetta svona, já, þetta var rubbing racing hjá þeim og niðurstaðan var að Ingi endaði fyrir framann. Ég myndi persónulega ekki setja neitt út á, já, í raun þetta hafi endað á jafnræði, ef við getum sagt svo, að mínum mati. En ég er engin sérfræðingur. Hvað ertu að skoða núna, sér? Ég er akkurat núna í hring 26, en ég held að þetta sé svona það síðasta sem að við kíkjum á. Það fer út af hérna, hvað er það, Hilmar? Nei. Í 37-30. Já, jú, þegar hérna re-entryið. Og það ekki, þegar hann lendir í Ívari. Jú, Já. Já, það var Ívar, hann Arnar slapp. Og það er Ívar. hann ghostast sko, hann var komin í gegnum hann sko. Já, hann var komin Bara hálfa hálfur í leið. gegn. Þannig að það er, já, það er aðeins að, maður þarf bara rétt að passa svona þegar maður kemur inn á. Þetta er erfitt að maður stundu glimmaður þessi hita leiksins. Ingi lokahring, segir Hilmar. Já, það er svo sem ekki að sjá þannig, við sáum þetta live. Ingi kannski upplýsir okkur, ég ætla að henda í post-race þráð. Ég ætla að segja þetta gott í replayinu núna. Og held ég fara að slaufa þessu streymi. En já, ég bara þakka ykkur fyrir að fylgjast þetta með og horfa og takka Ævar fyrir að vera með mér enn á ný. Já, bara takk fyrir mig. Ég ætla að henda í post-race þráð í Facebook umræðuhópinn, þannig ef að þið sem eruð að fylgjast með og eruð ekki, já, hafið ekki verið að fylgjast mikið með það, þá getið þið kíkt í hópinn okkar og ef þið viljið sjá svona, já, eins og við segjum, post-race briefing frá keppendunum, fá aðeins að heyra keppnina frá þeirra sjónarhorni. En annars bara þakka ég kærlega fyrir í kvöld og já, fylgist með annað kvöld. Tier 1 keyrir annað kvöld á Brandshats, tímatökur hefjast kortir í 10 og við verðum í beinni hérna á YouTube eins og vanalega, þar sem að Danni og Ingi ætla að runna sjóið eins og þeim já, eins og þeim vinum í lagið. Annars segi ég bara takk í kvöld og sjáumst eftir 2.